Matskvarða hægt að endurnýta í Canvas og nota aftur og aftur í mismunandi verkefnum og það hægt að breyta matskvarða og vista sem nýjan og fleira. Í þessu vídeói sýni ég hvernig kennari getur tengt matskvarða sem hann á til við verkefni, umræðu eða próf. Það gildir einu hvort matskvarðin í námskeiðinu sem verið að vinna í eða í öðru námskeiði sem kennari ná í Canvas. Hér hef ég stofnað verkefni. Til að setja matskvarða í þetta verkefni þá smelli ég á verkefnið, skrolla hér niður fyrir verkefnislýsinguna og upplýsingarnar skilafrestin og smelli á hnappinn plus matskvarði. Hér bjóðast 2 kostir. Það hægt að byggja nýjan matskvarða fyrir verkefnið eða smella hér á finna matskvarða. Ef matskvarði byggður hér inn í verkefnið þá vistast hann í námskeiðið og það hægt að nota hann í öðrum verkefnum í framtíðinni. En nú ætla ég að ná í matskvarða sem til, svo ég smelli á finna matskvarða. Þá opnast þessi gluggi hér. Það ágætt að stækka gluggan, draga hérna í hornið þá til að þetta sjáist betur. Vinstra megin í glugganum sjást námskeið kennarans og þegar smellt á námskeið þá sjást matskvarðarnir sem eru til í því námskeiði. Námskeiði sem ég að vinna í núna, það á engan matskvarða. Hér matskvarðin sem ég ætla að nota og þegar hann valinn þá sést hann hér til hliðar. Það smellt á nota þennan matskvarða og nú afrit af matskvarðanum komið inn í þetta námskeið og inn í þetta verkefni. En ef kennari vill að einhvern nemanda reiknist út miðað við hvað valið í matskvarðanum, þá þarf að smetla á blýantinn í matskvarðanum. Hér fyrir neðan eru nokkrir möguleikar, þar á meðal nota þennan matskvarða fyrir einkunnagjöf verkefnis og þar þarf að merkja við. Hér líka mögulegt að breyta matskvarðanum með þörfkröfur. Ef það gert þá getur verið gott að gefa matskvarðanum nýtt heiti. Og það smellt á uppfæra. Þá getur þessi viðvörun komið upp að breyta verkefnapunktum í samræmi við matskvarða. Þegar ég setti upp verkefni þá valdi ég nefnilega 10 í hámarksengun eða 10 punkta. En matskvarðin sem ég var að velja, hann inniheldur 16 punkta. Og hér sagt að ef heildapunkta verkefnis séu 10 og heildapunktar matskvarða 16, þá verður möguleg hámarksengun 160% fyrir skilnemanda sem eru metin með þessum matskvarða. Svo ég samþykki að Canvas uppfæri fyrir mig punktana í verkefninu til samræmis við fjöldapunktana í matskvarðanum og smelli því á breyta. Það alltaf hægt að breyta í uppsetningu verkefnisins að sýna einhvern sem hlutfall ef maður vill ekki að punktafjöldi matskvarðans verði einhvernin. Og nú hægt að birta þetta verkefni. Það líka hægt að nota matskvarða við mat á umræðu. Hér hefur verið stofnuð umræða. Það þarf að smetla á umræðuna og fara í punktana eða möguleikana hér efst til hægri. Þar valið bæta við matskvarða og þá opnast þessi kunnulegi gluggi. Mér býðst að byggja nýjan matskvarða eða finna matskvarða sem til fyrir. Og þetta virkar nánast eins, svo ég ætla ekki að eyða tíma í að endurtaka það. Það hægt að notfæra sér matskvarða í prófum líka, en þar sem einkunn í prófi reiknast út frá spurningunum eða punktum fyrir hverja spurningu, þá ekki mögulegt að láta einkunn reiknast fyrir próf út frá matskvarða. Það að minnst okkur ekki ennþá hægt að tengja matskvarða við tiltekna spurningu í prófi. En það hægt að nota matskvarðan til að meta ákveðna þætti í prófunu og gefa nemanda þannig upplýsingar ákveðna styrkleika og veikleika í úrlausninni. Hér hef ég stofnað próf í sígilda eða eldra prófakerfinu. Til að tengja matskvarða við það, þá þarf að smetla prófið, fara í punktana eða möguleikana og velja sína matskvarði og bæta við matskvarða. Og þá opnast þessi gluggi þar sem hægt að byggja nýjan matskvarða eða finna einhvern matskvarða sem maður á til. Hér próf sem stofnað í nýja prófakerfinu og þar leiðin örlítið önnur.
Í þessu tilfelli þarf að fara beint í punktana aftan við og í breyta. Skrolla alveg niður og þar pluss matskvarði hnappur. Þessi hnappur kemur ekki fram þegar maður að stofna prófið. Það þarf að vista það fyrst og fara síðan aftur í breyta og þá hnappurinn kominn þarna neðst. En þetta komið í bili. Takk fyrir.